Hemmi, ég ætla að giska þessi léttir. Já, þetta gríðarlega léttir. Svona með helviti góð tök á leiknum og fengum fullt af færum og það bara þurfti þetta þriðja mark, ganga frá leiknum og svo, já, það var stór skríti líka, allt í einu var staðan orðin 2-2 og kom svona náttúrulega orka í Þórshafna við það, þannig að við gerum hrikalega vel að snúa því aftur við, það er engin spurning, þannig að maður verður að hrósa klefanum fyrir það að ógna karakter, því þú ert með svona rosalegt kontról á leiknum og bara menn að spila vel og njóta sín út á velli að fá þetta svona einhvern veginn í andlitið, það var rosalegt. Já, ég held að allir hálf vankaði bara við það, en þetta endaði sem betur verið þetta og mér fannst við alveg að þetta fyllilega skilið, voru sterkir í dag, bara góð frammistaða. Mér fannst þeim að stýra leiknum bara lengi í framanna, en mér fannst þetta svona detta sniður þegar Jónatan var að velli. Ertu sammála því? Já, það vissulega bara er hann alltaf bara einn af bestu leikmönnum í deildinni og hann var frábær í þessu leik og frábært alltaf að fá hann tilbaka en auðvitað svona helstæði hendur, við fáum okkur mark svona aðeins klaufalegt mark og það slæri okkur aðeins út af laginu, það er engin spurning, en vissulega hefur það áhrif þegar Jónatan fer út af, það er engin spurning. Þú stressaður í 22, þetta myndi jafnvel að vera ekkert koma og þau myndi jafnvel tapa? Ég meina ekki jafnvel og hann að tímyndum að það mér leiði alveg ræðilega, því já, þetta var ekki alveg svona í takt við leikinn, en svona er fótbolti bara, þetta getur farið í allar áttir og svona ef þú ert ekki nógu duglegur að svona ganga frá leikjunum, þá getur þetta gerst en aftur ég verði að hrósa klefanum og leikmönnum fyrir að trúa og halda áfram bara þangað til í lokin og uppskárum sigur sem við bara verðskuldaðan sigur. Það fara aftur í þessar skiptingum, mér fannst hún varnarsinnuð, Ingimar færist fram og Jakob Frans kemur inn á, þú sammála, hefur eftir og kannski hefur viljað að fá meira gas inn? Nei, það skiptir svo sem ekki höfuðmáli, þessi skipting, þetta mark kemur bara úr engu, skilur, og það er það sem höggið kemur fyrst og fremst, svona, að því við erum að stýra þessu leik alveg frá að til þannig að það er máli diskutar það að Jakobnum gæti ógnar hraða og hótaði hérna aftur fyrir og Stöli var bara búinn að vera fínn í leiknum, þannig að þetta var bara skipting sem við vorum bara ánægðir með og það tókst í endan. Markus með tvennu, það er ekki á hverjandi? Nei, hann var stórkostlegur, frábær í dag og bara gríðarlega mikilvægt fyrir okkur líka að fá hann tilbaka. Svakalega öflugur hérna í þeim leiki sem hann hefur spilað í sumar og átti þetta skili, búinn að vera mikið frá en hann kom að kraft inn í hennar leik og var ógnarsterkur og þetta var svona bónus fyrir hann sem hann vann fyrir. Gott að svona innsigla þetta líka í restina, svona 4-2. Ég ætla að ímynda mig með það svo búin að segja að þú hafi metið munið þannig að það var meira en kannski bara 1 mark á milli liðina framan af. Já, það er engin spurning. Við held að það hafi allir séð það að þetta var, já, við stýrðum leiknum vel og vorum bara góðir í dag og vantaði bara svona á loka hnykkinu að enda hnútinn á markansóknu eða þú veist, markmaður varði bara vel og þannig er það stundum en já, ég held að þá áttu við alveg fyllilega skilið að vinna hann leik og rúmlega það. Þetta er þriðleikurinn sem Adam Ægir kemur ekkert inn á. Mann er að spyrja sig hvort eitthvað hefur gerst, getur þú sagt eitthvað? Ekki neitt, það er bara ekkert sem hefur gerst, þetta er bara þú veist, það er fullt af öðrum mönnum sem hafa ekki komið inn á. Kristófer kemur inn á í dag og byrjaði þar síðasta leik og Kristján Oddur, þannig að við erum nú bara líka aðeins að blóka menn og Flóki kom ekki inn á í dag, þannig að það er fleiri en hann, þannig að það er ekkert gerst. Er stutt í dag, hvað getur þú sagt á hann? Það eru ennþá, ég veit það ekki alveg, 10 dagar kannski en það styttist í hann, það hefur verið svona, erfitt að hafa nákvæma dagsendingar á því, bara eins og meiðslin eru en það vonandi, það er allavega, hann er komin aðeins út á völl og svona, þannig að það styttist óðum í hann. Hvernig svona metur þið bara framhaldi, hvað viljið þið gera í kjölfarið þessu leik? Mér fannst það bara gott framhald af síðustu 3 leikjum, Skaginn og svo Keflavík og svo þessi.
að dómur að leiki bara betur og svona smá leikleði í þetta sem var í þessu leik og síðasta leik að menn að njóta þess að spila og þora meira að bara vera hugrakir að halda í boltan og þolinmóður að bíða eftir að eitthvað opnist, þannig að við erum á góðri leið og bara svona hápressan betri á vellinum og eins og ég segi, við höfum verið með bara allt aðra tölur í þessu leiki, þannig að við erum á hárréttri leið og þetta verður bara betra með hverjum leiknum. Loka takkmarkið, það er Evrópusæti? Að sjálfsögðu, það er fullt eftir á þessu móti og við vitum alveg að það eru tvö lið sem eru töluvert á undan en svo bara við höldum áfram að gera það sem við vitum alveg, við erum með sterkt lið, sérstaklega þegar Jónatan er komin tilbaka, þetta alltaf hefur rosalega áhrif og við vitum það að við förum mikið sjálfstraust úr þessum leikjum í næstu leiki. Takk fyrir það.